Þannig að Heyrðu, eigum við að vinda okkur í lok Upplandra kvöldsins? Já, hann að koma fram í fyrsta sinn á allri ævinni. Það Jón Valur rosalega góða viðtökur, Sigurður Traustason! Já, takk. Fyrsta skipti á ævinni, það skemmtilegt þannig að það sem ég 29 ára, þetta örugglega síðasta skipti á ævinni líka. Ég ætla bara að byrja að segja ykkur að, já, ég heiti Siggi og ég hata endurtekningar og svona leiðilega hlutir sem make ekki sens og sérstaklega endurtekningar. Þið kannist öllu, þú veist, eins og eftir klippingu, þá heyrir maður hérna, varstu í klippingu? Og fyrir utan það að vera heimskuleg spurning þá það líka endurtekning og það fyrir taugarnar á mér. Ég reyndar heyri aldrei þessa setningu en þess að við mig alltaf sagt þegar ég búinn í klippingu já, nú sést framan í þig og yfirleitt með svona fílusvip og ekki nóg með það að maður heyrir þetta í hvert einasta sem taka með griffluta, ég vil ekki hafa fingraför á mikrofónunum en fatta þetta enginn en já, ég var að tala um klippingu og ég fæ ekki að heyra þetta einu sinni eftir hverja klippingu, heldur 5 sinnum, alltaf. Af því að allir halda að þeir séu svo frumlegir. Nú sést framan í þig. Amma mín, mamma, pabbi, systir mín, allir segja þetta. Sömu setninguna, allir geðað frumlegir, á mánaðarfresti, alltaf það sama. Og þetta svona hluti sem maður fyrir taugarnar á mér og talandi að vera gamall, 29 ára eitthvað, já, þú veist, bráðum, þá á ég mjög aldraða foreldra. Þeir sitja þarna. Maðurinn sem var að tróða upp með töframanninum, það pappinum. Þannig að fyrsta uppistandi gengur út á það að klappa pappa minn á sviði. Þú veist bara, alltaf síðastur röðinni, þú veist að klappa alla og gengur aldrei neitt. Já, það var smá útúþúr bara. En já, þeir eru svona bæði með Alzheimer, já þú veist, ég held það. Í hvert einasta, og þetta endurtekningar, Alzheimer sjúkdómurinn, þú hatar endurtekningar, eitthvað það versta sem að til segir sér sjálf. Og þú veist, í hvert einasta skipti sem að ég fæ mér kaffibolla heima hjá foreldrum mínum, þau eru með svona vél sem að kemur bara kaffi út úr engu, maður ekki bara takka og það kemur bara. Og ég fæ mér alltaf svona kaffibolla af því ég hef ekkert að gera, það engin tölva eða neitt, nema einhver Apple tölva sem ég kann ekki á. Og þannig að ég fæ mér bara kaffibolla og eitthvað. Hvern einasta kaffibolla, þá segir mamma við mig, ég er búinn að drekka kaffi 15 ár bæði við, þá segir mamma við mig, hvað, ert þú bara að byrja að drekka kaffi? Já, ég er búinn að drekka kaffi 15 ár. Og pabbi þannig bara að segja eina setningu til að undirstrika það alveg að hann með Alzheimer. Í hvert einasta sinn sem ég hitt hann, þá segir hann, já, ég held þessi góð með Alzheimer. Það bara, já, það mjög líka. Hvað sætti ég síma minn? Já, ég sá hann inn á eldhúsborðinu. Já, ég held þessi með Alzheimer. Já, ég veit. Og en já, allavega, ég ransaði ekki að pínu svona uppistönd á þenni, að ég var svo hrættur, sko. Og ég komst að því að það mjög vinsælt að tala kynfæri, eða eitthvað kynferðislegt og það alltaf fyndið. Ég geti til og með sagt eitthvað, litla tippið mitt, eitthvað, og það alltaf fyndið. Eða ég getur logið öllum og sagt að ég sem stórt tippi og það alltaf fyndið af því að það náttúrulega bara bull. Og eða það mjög vinsælt að tala hitt kynið. Og það náttúrulega bara basic. Og ég ætla að gera það, ég ætla að tala kerlingar. Og svona gamla kerlingar. Við könnumst náttúrulega öll við það að þær eru alveg ofboðslega lengi að segja sögur. Og sögurnar eru aldrei skemmtilegar. Og ég enda yfirleitt svona þegar ég er að hlusta á konu, maður missir náttúrulega fókus bara eftir 5 mínútur, en sagan klukkutími, 2 fyrirgeði, og ég er svona horfandi svona að reyna að halda fókus og svo enda ég alltaf svona þegar punchline kemur sem er yfirleitt leiðilegt, þá er einhvern veginn svona og svo veit maður ekki hvað maður á að gera og missir yfirleitt svona, þú veist, já, bara, já. Allt svona sjálfstyrst og svona leiðilegt. En já, það eru óslega lengi að segja sögur.
fyrirgeðu. Og þetta svona þess að mamma kom heim úr vinnunni í gamla dag, hún hætti að vinna, hún svona orðin svo gömul. Þá einhvern veginn svona byrjar hún sko, alltaf saga eftir einhvern einasta vinnunda og byrjar. Já, ég var þarna, ég nú svo sein heimi í matinn, ég skrapp nú hann í Krónuna í Hamraborg og ég vissi nú að það ætti að vera kjúklingur í matinn, þannig að það vantaði nú sósur og osti, ég vissi að því að ég keypti nú bæði tikka masala og mango chutney, ég vissi nú ekki hvað ég ætti að kaupa, en ég keypti nú bara báðir. Ég geti þá notað hina sósuna bara í hádeginu á morgun eða eitthvað og ég geti svona ráðið bara í kvöld hvaða sósu við notum. En síðan er ég nú að leita mandarínunum og það er enga mandarín. Ég leiti í öllum hillum og það er ég finn enga helvítis mandarínur og ég spyr alla starfsmennin og það er enginn sem veit neitt hvað mandarínur eru og einn bendi mér nú perur, þá veit hann ekki hvað mandarínur eru. Þetta rímaði svo. Ég verð ekki að þetta. Og og síðan, herðu, svo hitti ég Guðrúnu Túl og hún var með svo svakalega munnrapi, ég ætlaði aldrei að sleppa og hvað heldur hún segja við mig? Heldur Yngvi sé ekki skilin með Sofíu? Já, það skiptir ekki máli, ég svo komin á kassan þarna og djúfisins skilti, ég svo komin á kassan þarna og ég ætlaði nú aldrei að komast að, maðurinn á undan mér ætlaði að kaupa þarna 20 epli og ég nú ekki hvað hann ætlaði að gera við þessi epli og ég afgreitt alltaf og svo sé ég nú eftir afgreiðsluna að minn Anton auka póka og ég spyr útlendinginn þarna á kassanum, getur ekki lánað með hann á póka? Þá skilur hann alltaf ekkert hvað ég er að segja, þú getur ekki og herðu, svo lætur hann mig fá póka og herðu, þá rukkar hann með 15 krónur fyrir pókan. Og ég þarf að fara í budduna, þannig að kringbudduna og finna 15 krónur og ég finn hann að 10 kall og læt hann fá hann og svo finn ég ekki 5 kall og ég finn hann að 5 1 krónur þannig að ég borga hann 5 1 krónur og 10 kall og fæ pókan og það skiptir ekki máli en ég hann að koma með 5 innkaupa póka og komin út í bíl og það keyrt á mig. Þessi búðarferð, öll sagan var bara til þess að segja mér það að hún lenti í árekstri. Það er engin önnur ástæða. Þetta var allt leiðilegt. Og kallmaður að segja nákvæmlega sömu söguna, það er einhvern veginn svona. Það var bara keyrt á mig. Og kallmaður að segja sömu söguna við konu, það er svona. Það var bara keyrt á mig. Nú hvar? Já, þetta var bara svona aftan og aftur smá á stuðan sko. Nei, trösti, ég meina hvar? Já, þetta var Hamraborg, ég fór með þessi krónun og nú, hvað ertu að gera þar? Já, ég var bara að kaupa ost og það vantaði þarna sósur og eitthvað. Já, herðu ekki bara að skella á Guðrúnu Túl. Þá var hún bara á leiðinni í krónuna í Hamraborg. Hittur hana? Ég lendi í fokking árekstri, maður. Spurði ekki eins og hvernig árekstur. Það er eitthvað svona, það var alvarlegt eða eitthvað, það varst í rétti. Nei, Guðrún Túl. Og ostur, og mango chutney og tikka masala. Og þá komum við náttúrulega aðal bara vesenni kvenna allra tíma og það er símtölin. Sem við komumst náttúrulega líka öll við. Hvað það geta verið óbóðslega lengi í símanum. Þú veist, ef ég í sama símtali í 5 mínútur, 2 mínútur, þá fæ ég psoriasis á eyrað og ég fæ holdsveiki og ígerði augað. Og ég hef alveg tekið símtal í 2 tíma sko, þannig að ég þekki þetta alveg og þetta er bilun. Og og sem sagt, hafið þið tekið eftir því að konur, þegar maður spyr svona, hvað var svona lengi í símanum, það kenna alltaf hinum aðilanum. Það lagst ekki. Þú spyrði eitthvað svona, hvað var svona lengi í símanum? Já, Guðrún Túl var með svona mikla munnræpu, ég geti alltaf að sleppa. Og það getur því, mamma segir þetta og á sama tíma er Guðrún með sömu spurninguna frá eiginmanninu sínum. Hvað okkur varstu lengi í símanum? Já, Sofía ætlaði nú aldrei að stoppa með einhverja krónuverð. Og hvað heldur hún hafi sagt til mig? Það var bara að tikka masala og svona sem búinn. Og svo bara halda það áfram símtalinu gegnum alla á heimilinu. Og samt gerðist ekki neitt. Það er ekki pönslan, engin ástæða til að segja söguna. Þetta er svo stúpid, sko. En og mamma mín, þessi símtöl, það er svona ritual, hvert símtal. Það er svona ceremony alveg á bakvið þetta. Hún er vön því að hún fer alltaf inn í svefnherbergi með símann, hallar hurðinni og er það bara inni í tímunum saman. Og svo kemur hún út með report símtali. Og ég var að horfa ófærð með foreldrum mínum daginn, sem er íslenskur þáttur. Og þekki það alveg enginn. Og hún stendur alltaf, við erum bara að chilla. Og
svo rýkur hún allt í hún upp. Já, ég ætla að hringja í Guðrúnu Dór. Hún búin að hringja svo oft í mig. Og við gerum eitthvað svona grín að henni. Já, nú að fara í símann í klukkutíma. Já. Og hún að byrja serimónían, athöfnin, fara inn í litla, pínu litla, hvað heitir þetta? Rúmherbyggið þarna? Svefnherbyggið, já. Og svo kemur hann aftur eftir bara 15 mínútur. Sem mjög skrítið. Og við svona gerum bara grín að, nú, hvað, engin munnræpa? Hvað Guðrún Dúr, hafði hún ekkert að segja? Þá segir mamma, nei, það svaraði enginn. Já, fyrirgefðu. Það svaraði enginn og þú varst samt í 15 mínútur inni. Hvað varst að gera? Ég bara hlusta tóninn. Ég sá fyrir mér mömmu sitja á svona rúmstokknum. Rúmstokkur, það er Space Card Deck. Ef afturalinn vill vita hvað það heitir, það var það Space Card Deck. En ég sá hana fyrir mér svona sitjandi á rúmstokknum og svona hlustandi á tóninn bara óöflug. Og svo við segjum að við sem ekki hvað tímanum leið. Eða þá hafði bara orðið svona rosa döpur að það ekki komist í símtalið. Og hafði bara farið að, ég veit ekki, leggja sig eða eitthvað, guð minn góður. En takk fyrir mig.